Komið í sæl og takk hérlega fyrir að bjóða mér að koma og svona til að fara aðeins út fyrir efnið þá langar að því ég ætla að tala um hliðstæður, þá langar mig að vekja athygli á því að við erum hérna tvær að tala í dag, Tatjana og Tanja, ég heiti líka Tatjana og þetta er örugglega fyrsta sinn á Íslandi sem eru tvær Tatjunur að tala saman og til gamans þá sat ég hérna með símann. Þegar ég flutti til Íslands, sem var 1973, þá var þannig staðan á Íslandi að það gat enginn sagt Tatjana. Svona saga. Þess vegna fór ég að kalla mig Tanja, en þann dag kallaði ég mig alltaf Tanja. En ég gáði núna þannig ég var sérst ein. En ég gáði núna til gamans Hagstofu Þjóðskrár og það eru sérst 27 sem heita Tatjana með fullu nafni og svo eru 300 sem heita Tanja eða með jóða yfirsulunni til gamans. Þannig að það sem að mórallin í söguna þegar við erum hérna að tala um einkaleyfi og vörumerki, ég hefði þetta að sækja vörumerki. Árið 1973 og þá var ég rosa tekjuhá. En allavega, þetta var nú bara svona út. Ég var að reyna, mér langaði svona að kasta fram fyrst svona smá svona hugleiðingum konur og nýsköpun og uppalega þessari glæru þá var ég að reyna að finna kvenfyrirmynd og mér datt í hug Marie Curie að því ég las ævisöguna hennar fyrir nokkrum árum sem er svona besta bók í heimi. Ef allar vísindakonur ættu að lesa þessa bók, hún er algjörlega frábær og sýnir hvað hún er hennar ævi var svo stórkostlega frábær sko. Hún gerði svo ótrúlega margt óvinnlegt í sína æfi, en hún sérst hafði gerði lengan áhuga á einkalögum. Því að hún var auðvitað vísindamaður sem var að finna upp alls konar, en af því að hún var í allt öðru umhverfi, þá hafði hún ekki á því. Þannig að konan sem ég fann sem langaði að nefna sem fyrirmynd er Heidi Lamar og vitið hver hún er? Hún var sérst Hollywoodstjarna, sem fæddist í Austurríki 1914 og dó í Bandaríkjunum árið 2000. En í hjáverkum þá var hann sérst sóttur einkaleyfi og það gerðist þannig að seinni heimsstyrjöldinni. Það fekk hann einhverja crazy hugmynd, var að hlusta einhvern útvarpsþátt að það var ekki hægt einhvern veginn að ráða í leyniskilaboð. Þannig að hún talaði við vin sinn tónskáldið sem spilaði á píanó og þau notuðu sömu tækni og var notið inn í píanó til þess að fjárfesta. Hún fjárfesti sjálf fyrir segin eigin peningar í prófessor frá bandarískum háskóla til að búa til einkaleyfumsöguna sem hún fékk síðan. Þannig mórallin í sögunni er það geta allir sótt einkaleyfi eiginlega. Og var ég að reyna að setja aðeins fram svona eiginlega ramma á því að nýsköpun, hvað er hún? Hún getur verið eins og Marie Curie, að maður er að bara leysa, opna allt fyrir heiminn og markmið er vísindi. En markmiðið getur líka verið að búti vöru og þjónustu, sem er kannski það sem leiðir inn í þann heim sem ég bý í, sem er lyfjafyrirtækjageirinn. Það sem að einkaleyfamál og einkaleyfi eru alveg gríðarlega mikilvæg og að mörgu leyti undirstaða viðskiptana. Og til dæmis í dag starfa 1000 manns hjá fyrirtækjum sem ég starfa hjá þetta Alvotech, alþjóðlega. Við erum með 6 manna lögfræðideild, þar af 3 einkaleyfalögfræðingar sem að vísu eru allt karlmenn, en þeir eru samt ágætir. Og þeir eru allir Bandaríkjamenn og eins og er venja í einkaleyfabransanum í Bandaríkjunum þá eru allir vísindamenn í grunninn, fara seinna í laganám. Þannig í okkar geira er það svolítið þetta neðsta sem ég með þessari glæru, það er bara ef þú hikar, þá getur orðið undir í samkeppninni. Og það sem ég er í þeim geira að við, þetta er sem sagt ég er svo heppin í lífinu að ég vinn með snillingum og hverjum degi hitti ég doktora í líftækni og lyfjafræði og þeir leyfa mér að taka þátt í að útskýra hluti eins og biosimilars og líftækni hliðstæður sem að ég hef reynt að gera hér eða með aðstoð fagmanna til að útskýra fyrir okkur hvaða er sem Alvotech gerir. Og er líka mynd af því sem Alvogen gerir, því hér á landi er alltaf verið að rugla okkur saman, þannig mér langaði bara að bregða þessu hér upp. Alvogen sem sagt, hægri hönd, er fyrirtæki sem býr til lyf sem eru búin til í töflum og eru í rauninni samheitalyf, að meina við erum búið til líftækni lyfjahliðstæður. Ég er búin að vinna hjá Alvotech í 3 ári ennþá að æfa mig að segja þetta. Þetta er ekki mjög þjált, en á ensku heitir þetta biosimilars.
Þannig að hægra megin sem sagt í raun og veru einfalda útgáfan, vinstra megin það sem við gerum og Dr. Cecilia sem að ég oft, við kallum stundum, við erum með svona stand-up sem við förum saman að tölum þetta. Það útskýrir hún þetta þannig að það sem á hægri hönd, það eins og að búa til annarkvort 2 penna. Það það sem að og svo vinstri megin það sem við gerum, það verður það eins og við, alveg við erum að búa til, það eins og 2 tvíburar, skiljiði. Þannig að annars vegar þá hinsamlegging sem við stundum nota að það verið að búa til ég tek eina pappís pappís og bý til aðra, en vinstra megin þá ég að reyna að afrita flugvél. Það það sem að það svo miklu flóknar að reyna að búa til líftækni hliðstæði þegar þú ert að reyna að búa til ódýrari típuna af líftækni lyfjum. Þannig að þetta svona mín lögfræðins útgáfan af því sem að við erum að fást við. Og af hverju skipta einkaleyfi máli í okkar bransa og þau skipta svo miklu máli að þó við séum í dag með 1000 manns og með þessar 6 lögfræðinga, það einn af allra fyrstu starfsmönnum félagsins var einkaleyfi lögfræðingur. Af því að í rauninni okkar bransi, hann gengur allir út á einkaleyfi og það ekki bara þannig að því að hver svona hugmynd manna það hefur nú þegar verið nefnt til hvað einkaleyfi, að þau eiga að vera náttúrulega hvati til að fjárfesta í nýsköpun og í lyfjageiranum það þannig að hugmyndin sú að sá sem að býr til lyf, það kostar óskaplega mikið, kostar mjög mörg ár, að hann fái einkaleyfi í 20 ár til að ná sinni fjárfestingu tilbaka. Það eiginlega grunnhugsunin í lyfjageiranum. Þannig að en á sama tíma það sem gerist við birtingu, af því að nú miklar umræður og ég ætla að vann íslenskri erfðagreiningu þar sem við áttum mjög margar umræður vísindi á móti peningum, hvort betra, nokkuð ljóst, ykkur fer að hlæja það ljóst augljóslega hvort betra, augljóslega vísindin, ef einhver hér í vafa það, en það sem kostu samt við einkaleyfi, en þú getur þá fengið einhvers konar ég nota orðið fjárhagslegan einkarétt sem þýðir, en þú birtir samt uppgötvunina. Hún fer samt á netið sem þýðir það að þekkingin kemst út í heiminn. Þannig að það svona eiginlega þessi eilíða barátna milli vísindamannsins sem vill að allur heimur viti, hann stórkostleg uppgötvun og allir njóti þess og geti skipst á upplýsingum og það vonda businessmannsins sem vill að peningurinn sem að setja í þetta skili sem með einhverjum hætti. Þannig að þessi mynd, mér langaði að útskýra fyrir ykkur skiljið það svona hvað gera einkaleyfi lögfræðingar í mínum bransa. Og þið sjáu, það rómantíska hugmyndin vísindamanni sem bjó til lyfið, nú hann 20 árum þau eru að líða, búm, og þá kemur sá sem að gera ódýrari típuna, getur komið daginn eftir og búið til ódýrari típuna. En mér langar aðeins að brjóta upp þessu rómantísku mynd. Í fyrsta lagi langalgengust í frumlyfjageiranum það sá sem á lyfið ekki endilega sá sem bjóða til. Eins og til dæmis það lyfjafyrirtæki sem við erum að keppa við, þeir bjuggu ekki til lyfið. Þeir keyptu það. Og síðan eru þeir að selja það fyrir 20 milljarða bandaríkjadala á síðasta ári. Og þeir það sem menn gera, þetta er svo gríðarlega viðskiptahagsmunir. Hvað gera þeir menn til þess að verja sig þegar 20 árin að líða? Það byrjar að sækja auka einkaleyfi, á alls konar. Á lyfjaform, á framleiðsluaðferðir og á ábendingar sem að enska orðið indication og það hvaða lyf þetta lyf, hvaða fyrir ekki sjúkdómur þetta lyf má vera nýtist fyrir. Það það sem ábendingar þýðir. Þannig að hvað það sem að einkaleyfur í mínu bransa gera? Einkaleyfi lögfræðingar, þeir eru ekki endilega að sækja leyfi, en þeir eru að navigera þetta. Þeir eru að búa til það verðmæti og búa til strategíur í kringum það. Þarna er 20 ári liðin. Það verið að kortleggja hvað hinn búin að skrá mikið, hvernig eru þeir að búa til sitt einkaleyfanet sem þeir eru að búa til í kringum til að verja sína fjárhagslega hagsmuni. Það verið að ræða vísindamennin að reyna að fá það til þess að ég kalla þetta stundum eins og svona þetta, það eru svona jarðsprengjur út allt. Þannig að einkaleyfi lögfræðingar er að hjálpa
að sigla fram jarðsprengjunum. Það svona eiginlega mín nýjasta samlegging. Það ennst hugtakið sem heitir thicket, patent thicket og stundum höfum við þýtt það sem frumskógur. Hreinlega. Þetta bara svona og síðan byrja menn að semja. Það eru 2 leiðir í okkar geira til þess að ná árangri. Það annarkvort að það fari í dómsmál sem þú sigrar með því að reyna að brjóta eitthvað af þessum, það sem ég myndi segja vondu einkaleyfum, varnar einkaleyfum eða þá semja, sem að langflestir að gera, það semja við stóru fyrirtæki sem eiga þessi lyf. Þannig að þetta svona, getum við kallað það svona almenna en við af því að erindi mitt átti að heita eitthvað frumlegt við það sem við gerum, svarið já að sjálfsögðu. Hér aftur nokkra svona bara smá lýsing á hvað það sem að hægt að sækja einkaleyfi á og við höfum líka sótt einkaleyfi og það kemur næsti leynigesturinn sem ég með. Elín Edvald sem ætlar að koma hér upp, hún leynist fyrir aftan og Elín Edvald starfar hjá Alvotech, hún vísindamaður, hún doktor í lífvísindum frá Bandaríkjunum og búin að starfa hjá Alvotech í 7,5 ár sem við erum að tala bara mjög lengi í Alvotech lífinu og við ætlum að fá að sýna ykkur umsókn, nýsköpun, umsókn að því aftur, hvað eitt af því sem má sækja það deviceið að því við munum framleiða líftæknilyf, hliðstæður, sem fara í sprautu, þannig að við sóttum einkaleyfi á þessari sprautu. Og þið sjáu að frumkvöðlarnir 2 eru konur, það Elín og sem doktor í lífvísindum og Hildur Sóika sem hönnuður. Þannig að Elín Edvald, over to you. Hún ætlar að sýna ykkur græna. Takk Tanja að taka mig sem leynigerst. Það mikið heiður að kynna pennan sem hér mikið komið mál. Já, getur þú komið hingað? Heyrðu, þegar mér að fara. Okay. Þannig að leynigesturinn mun ljúka þessu og svara öllum erfendum vísindaspurningum. Gerum við besta. Takk fyrir. Takk. Bara í mjög stuttu máli þá hjá Alvotech þjónum við þó nokkrum sjúklingahópum, meðal annars gigtarsjúklingum og einnig eru börn meðal notenda en það sem einkennir gigtarsjúklinga suma að þeir hafa mjög skerta hreyfigetu og jafnvel afmyndaðar hendur af bólgu og það var sérstaklega með tilliti til þeirra sem við tókum með í hönnun á þessari vöru sem var hönnuð af Alvotech í samstarfi við bæði lyfjapennaframleiðandann og hönnunarstofu. Þetta byggt á tækni sem lyfjapennafyrirtækið þróaði en ytra byrðið einkennandi eða bara notað fyrir Alvotech vörur. En ef ég bara sýni ykkur hvernig pennin virkar, þá þarf sjúklingurinn að velja hvar hann ætlar að stinga sig. Öll lyfin sem við framleiðum til þessa eru stungulyf, þannig að einhvern veginn þarf að koma þessu inn, ekki gegnum munn sem myndi bara í rauninni leysa upp prótínlyfið í maganum. Þannig að sjúklingurinn má velja maga eða læri, ég nota bara handlegginn fyrst ég við mikrofóninn. En þetta 2 skrefa, sjúklingurinn velur hvar hann vil stinga, opnar pennan, og þrýstir pennanum að húðinni, þá myndast smellur undir eðlilegum kringumstæðum eða það væri sprauta inni og þannig veit sjúklingurinn að lyfið fer af stað, svo birtist svona gulur litur í glugganum og eftir svona 4 sekúndur þá kemur annar smellur sem segir sjúklingnum að lyfjagjöfin búin, þá getur hún lyft pennanum upp og þá læsist pennin þannig að það ekki hægt að stinga sig. En varðandi ytra byrðið þá hönnuðum við þennan frekar stóra sporuskjulaga penna sem svolítið svona auðveldra að halda á heldur en ef að væri mjórri. Einnig svona mjúkt gúmmí utan á sem einnig hjálpar sjúklingnum að fá gott grip
Og svo í lokin eru hérna svona ákveðnar varir á svona kantar á tappanum sem gerir það auðveldara þótt að maður kannski ná ekki, maður getur náð tappanum af með mismunandi gripum og þarf ekki að halda fast. Þannig var pennin hannaður, en sem partur af þróunarferlinu náttúrulega þá þurftum við að sýna fram á bæði virkni og gæði pennans í notendarannsóknum, í klíniskum rannsóknum og svo auðvitað í svona laboratory svona prófunum. En það mætti taka fram að við þurftum meðal annars að sýna fram á í notendarannsóknum að sjúklingar sem eru vanir að nota upprunalyfið gátu ekki síður notað okkar vöru til þess að fá sinn lyfjaskammt. Þannig að ég held að við getum bara verið stolt af því að senda þessa vöru út í heim og vonandi á eftir að þjóna sjúklingum vel ókomin ár. Og bara, já, eins og Tanja segir, bara mjög ánægð að taka á móti spurningum hvort sem innra lyfið eða ytri pakningarnar. Takk fyrir. Já. Er pennin margnóta? Nei, hann er einnóta. Og þú, við vissulega hugsiðum það, en ef þú ímyndaðir sprautuna sem er hérna inni, það er áfylli einingin, það er glersprauta sem þarf að vera áfyllt í sérlegu sterilu umhverfi og stopperuð. Og ef við værum að reyna að hanna penna sem myndi nýtast í svona fjölnota, þá erum við að biðja gigtarsjúklinga með svona hendur mögulega að þræða einhverja brothætta sprautu inn í svona hylki til þess að geta þá administrerað. Þannig að það er í rauninni kannski bara ekki viðeigandi fyrir það use case sem er svona helsti notandinn fyrsta verkefnisins. En vissulega blóðugt að get ekki gert umhverfisvænni lausn í bili. Fleiri spurningar? Ok. Takk hérlega fyrir.